Já, góðan daginn. Jón Guðmundsson heiti ég og ég fagstjóri bygginga hjá Mannvirkjastofnun. Bakgrunnur minn sá að ég húsasmíðameistari, iðnfræðingur, tæknifræðingur og verkfræðingur. Ég ætla að fjalla hér byggingarreglugerðina, það er að segja tæknilegan hluta byggingarreglugerðarinnar. Byggingarreglugerðin tæknilegi hlutin er í nokkrum hlutum, byrjar á 5. hluta og endar á 16. hluta. Ég ætla að fjalla hér 8. til 16. hluta, fyrir utan 9. hluta sem að fjallar eldvarnir. Og ég ætla að byrja á kafla sem heitir burðarþol og stöðugleiki. Það er 8. hluti. Burðarþol og stöðugleiki skiptist í nokkra greinar. Það er 8.1 sem er markmið og almennar kröfur, burðarvirki, 8.2, 8.3 sement og steinsteypa, 8.4 stál og steypa, stál og ál fyrirgefið, og 8.5 timbur og gler. Ég ætla nú ekki að fara nákvæmlega í alla kafla, heldur er markmiðið með þessu að kynna ykkur hvar er að finna hluti í regluverkinu. Yfirleitt í hönnunarköflunum þá er vísað til staðla. Því að staðlarnir, það eru þeir sem gilda, það eru hönnunarforskriftur yfirleitt regluverksins. Kafli 8.1 fjallar almenn markmið og kröfur. Það er yfirleitt í regluverkinu einhvers konar markmið og kröfur sem er fremst í hverjum hluta. Nú eins og í burðarþolinu þá er hús og önnur mannvirki skulu ávallt gerð úr haldgóðum byggingarefnum, þola íslenskt veðurfar og þá árum sem ætla má þau verði fyrir. Þetta er svo sem ekki neitt ólógist. Og síðan er fjallar þetta að tryggja fullnægjandi stöðugleika allra þátta mannvirkja byggingatíma og koma skal í veg fyrir möguleg skaðleg áhrif á mannvirki af völdum veðurs. Og svo framvegis. Þannig að þetta er svona almennar leikreglur, en eins og regluverkið er sett upp þá er 8. kafli burðarvirki, 9. er brunaeiginleikar og varnir gegn bruna, en það er almennt litið á það að það sé öryggisatriði regluverksins. Og alls staðar í heiminum er litið á það að það séu aðal kröfur regluverksins þar að uppfylla öryggi mannvirkis. Það er að segja að vera ekki hrun eða þá að fólk lokist inn í mannvirkjum. Næst á eftir kemur heilsu og hollusta og það fjallar meira hvernig líður inn í mannvirkinu, hvort það séu hættuleg efni, hvort það myndist raki, mygla og svo framvegis. Nú, kafli 8.2 fjallar burðarvirki og það er rauninni, þau skulu reiknuð og hönnuð þannig að þau getur með öryggi staðist það álag, bæði stöðufræðilegt og hreyfifræðilegt sem þau kunna verða fyrir. Og það er eins og ég kom fram áðan, hönnun og útreikning á grundun og burðarvirkjum gilda íslenskir þolhönnunarstaðlar, það er að segja Evrópustaðlarnir. Þeir eru íslensku staðlarnir ásamt íslenskum þjóðarviðum. Nú, það er ýmislegt í regluverkinu sem að bætist við fyrir Ísland, því að við þurfum aðeins að fjalla hvað er sérstætt fyrir Ísland. Og í 8.2.4 grein regluverksins svignum burðarvirkja, þá er í rauninni reglur þar sem að gilda fyrir Ísland. Þá taka þær yfir reglur Evrópustaðarins. Eins með 8.2.5 sem er hliðarfærsla á titringu burðarvirkja, það er íslenskt, og einnig 8.2.6, það er slagreiðsprófun á glugga. Það er að segja glerjaðir gluggar skulu slagleiðsprófaðir samkvæmt ISTEN 1027 og gluggi skal standast prófunarálag sem er að lágmarki 1100 Pascal fyrirgefið. Þetta er mjög mikilvægt, sérstaklega þegar kemur að CE-merkingu hluta. Þú getur verið með glugga sem er CE-merktur, hann er leyfilegur á markað hérna á Íslandi en ekki notaður í útvegg vegna þess að það er ekki búið að prófa hann fyrir þetta slagregn. Hann getur verið notaður í innveggi til dæmis. Þannig að það má selja hann sem glugga en þið sem hönnur þurfið alltaf að fyrirskrifa þessa hluti. Og sement og steinsteypa, það er vísað í Evrópustaðla líka. Þetta er mjög mikið að tilvísunum í Evrópustaðla. Ég er ekki að fara í allt regluverkið, en það eru greinar þarna undir sem vert er að lesa þegar menn fara að stúdera þessa hluti. Nú, stál og ál, það er einnig vísað í staðla. Það er kafli 8.4 og það er náttúrulega það sem að hönnur þurfa að gera, það er að kynna sér þessa staðla
og nota þá eins og lög og reglur gera ráð fyrir. Eins með timbur og gler, það kafli 8.5 og svo framvegis. Þetta í rauninni mikið að tilvísunum í Evrópustaflana. Nú, almennt Evrópustaflanir byggðir þannig upp að við erum með einhver áraun, það að segja þessa hérna, sem oftast í byggingum einhvers konar eigin þyngd mannvirkisins. Það vindurinn sem blæs á okkur, það snjórinn sem fellur til jarðar, það notalag, það álag af fólki, það á húsgögnum og svo framvegis, jarðskjálftaálag, það hitastig, það getur álag af hitastig, eldi og svo framvegis. Mótstaða mannvirkisins, þessi hérna, hún í rauninni gerð heildar mannvirkisins, gerð einstakra byggingarhluta, það efnisvali skiptir máli, fjaðurstuðl, sem svo kallar e-módúll, styrkleiki og svo framvegis. Þversnið og flatarmál skiptir líka þarna máli. Og það náttúrulega grunnreglan að áraunin er alltaf að vera minni heldur mótstaðan. Ef áraunin minni með meiri en mótstaðan, þá fellur mannvirkið koll. Þetta ekki dálítið veskinu þínu. Ef ekki nóg innistæði fyrir eyðslunni, þá ferðu bara á hausinn, það svo einfalt. Þetta bara sömu lögmál. Ég ætla aðeins að fjalla hér greinargerðir. Það tiltölulega nýtt í regluverkinu þó að sé ekki nýtt. Þetta minnst á þetta í lögum mannvirki, þannig að þetta orðið töluvert gamalt, en lítið þarf að nota það. En það segir í regluverkinu að hönnuðir skulu vinna greinargerðir vegna eftirfarandi hönnunaþátta hvers mannvirkis, eftir því sem við á og í samræmi við umfang og eðli verkefnisins. Og það á alltaf að vinna einhvers konar greinargerð fyrir þessa punkta hérna sem eru hérna. Og það eru leiðbeiningar til hjá Mannvirkjastofnun hvernig þú átt að vinna þessa greinargerðir. Og að því að við erum að tala burðarþol, þá þarf að vinna hér greinargerð vegna burðarþols. Nú í greinargerðinni, í leiðbeiningu Mannvirkjastofnunar, segir hvað skal vera að lágmarki inn í þessari greinargerð. Það má auðvitað setja meir inn ef að hönnuður telur að þess þurfi. En þetta í rauninni forsenda hönnunarinnar. Það að segja, þetta er bara handbók hönnaðarins þegar hann að hanna. Þannig að flestir góðir hönnuðir búa til svona lýsingu áður en fara á stað. Það semst að koma fram forsendur hönnunar, það hvaða hönnunarstaðlar eru notaðir, jarðtæknilega forsendur, hvaða byggingarefni notuð, eiginleika þeirra, helstu byggingarefni, álagskröfur gildandi hönnunarstaðla, álagsfléttur, kröfur gildandi hönnunarstaðla og reglugerðar til lárétta og lóðrétta formbreytinga. Þarna þetta allt tekið saman í reglugerðinni og svo stutt lýsing á burðarkerfi mannvirkisins, hegðun þess lóðrétt og lárétt viðnámskerfi mannvirkisins. Óskir og ákvarðanir verkkaupa ef svo ber undir. Og svo þarf að segja frá helstu niðurstöðum. Það þarf að gera grein fyrir helstu niðurstöðum útreikninga og hvernig kröfum reglugerða og staðla sé fullnægt. Miðað skal við eftirfarandi komið fram, það að segja samanburði við hönnunarforsendurnar og allar lágmarkskröfur ásamt sérstökum rökstuðningi hönnaðar með þarf. Það þarf að segja frá útreikningaðferðum, þetta að nota hvaða FEM-prógram og hvaða forsendur eru settar þar inn, þetta handreiknað og svo framvegis. Og það þarf að gera grein fyrir stöðuleika mannvirkis og hegðun gagnvart láréttu álagi og það þarf að gera samanburð á hámarks jarðvegsspennum gagnvart lóðréttu og láréttu álagi við burðargetu jarðvegs. Þetta auðvitað mismunandi mikil greinargerð eftir hvað mannvirki stórt og flókið. Og það þarf að gera grein fyrir stutt eða langa grein fyrir því hvernig lágmarkskröfum reglugerð og staðleg fullnægt, það er að segja samanburður á helstu niðurstöðum útreikninga og forsendum hönnuna, það er að segja á helstu niðurstöðum. Og það sem ég ætla aðeins að minnast á að það þarf að gera grein fyrir innra eftirlitskerfi hönnunar, gátlistum, yfirferð hönnunagagna, meðal annars samkvæmt gildandi hönnunastöðlum og íslenskum þjóðarviðauka við evrópska þolhönnunarstaðla. Og til að sýna ykkur að þetta ekki bara sér íslenskt fyrirbæri, þá gef ég ykkur hér link á dönsku reglurnar, hér í reglugerðina varðandi þessi álefni. Ég ætla að sýna ykkur aðeins hérna inn smá síður úr þjóðarviðaukunum, þessum hérna. Þetta er eiginlega fremst í þessum þjóðarviðauka eru þessar reglur. Og þær skipta mannvirkinu í konsekvensklass. Það er að segja hvað verður þessum afleiðingar flokkur einhvers konar. Það er að segja
afleiðingin af einhvers konar hruni eða slíku. Og það er C1, C2 og C3 skiptist í 2 flokka. Þetta er nánast eins og í dönsku regluverkinu. Þeir skipta þessu í 4 flokka en Eurocode í 3 flokka. Og í fyrsta flokknum þá getur þú bara sjálfur farið yfir og það þarf enginn að fara yfir þetta hjá þér. Þetta eru landbúnaðarbyggingar og svo framvegis. C2 það eru minni byggingar, blokkir allt að 3 hæðum. Þetta má lesa allt í þjóðarviðaukanum. Og síðan sem sagt, C2 þá þarf einhver annar að fara yfir útreikninguna C2 og annar flokkur C3. Það er að segja að það getur verið hönnuður á sömu stofu og viðkomandi hönnuður, en í flokknum sem hefur mest alvarlegar afleiðingar, þá þarf utanaðkomandi aðili að fara yfir hönnunargögn sem er ekki á sömu verkfræðistofu og hönnuðurinn sem leggur fram útreikninguna. Þetta er ekkert ólíkt og því sem þetta gerist víðast í kringum okkur svona vinnubrögð. Og þetta er hluti af aðferðafræði Eurocode, Evrópustafla. Hér er skýringin á þessum aðilum sem að þurfa að koma að skoðuninni. Nú þetta er í rauninni það sama fyrir skoðun á vinnustað. Ég ætla aðeins að fjalla hér skoðunarhandbækur og yfirferð hönnunargagna, en skoðunarhandbækur koma fram í lögum mannvirki frá 2010 að Mannvirkjastofnun á að búa til skoðunarhandbækur og þá fara yfir hönnunargögn eftir þeim. Þær urðu að lögum eða reglum núna í seinasta sumar, þannig að nú ber byggingarfulltrúum og eða þeim sem skoða uppdrætti að fara eftir þessum skoðunarhandbækum. Og þær eru á heimasíðu Mannvirkjastofnunar og líka til í skoðunarappi sem að verið að þróa núna. Nú, þetta er skoðunarhandbók burðarþol, hluti af henni, og hún byggist þannig upp að hérna fremst er skoðaður þáttur. Þetta er raun gátorðið, greinargerð hönnunar, forsendur hönnunar, skoðunaraðferð eru annaðhvort afhent gögn og svo bara sjónskoðun og samanburðarskjölin. Það eru sem sagt 453 grein og 453 leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar og kafli 5.2 forsendur hönnunar. Og þetta er það sem að á að kanna, og ef hlutin er í lagi þá bara er það sagt í lagi og fer inn í skoðunarskýrslu. Ef það er einhverjar athugasemdir þá eru hér staðlagaðar athugasemdir sem að hugsanlega gætu eitthvað verið að. Það er ekki gerð grein fyrir eiginleikum byggingarefna eða svo framvegis. Hér er flokkur sem segir til alvarleikastig athugasemdarinnar og svo framvegis. Ef til dæmis jarðtæknilegum forsendum og grundvallaraðferðum er ekki lýst, þá er það mjög alvarlegt. Og þetta eru helstu niðurstöður og þetta eru aðrar upplýsingar. Þetta er skoðunarskýrslan skoðunarhandbókin greinargerðir. Ég ætla aðeins að fjalla hvernig systemið virkar. Þetta er myndið við byggingagátt Mannvirkjastofnunar, en þetta er svona byrjun á rafrænni stjórnsýslu í byggingamálum. Þetta hér eru mínar síður hérna og það er vefur eitri aðila. Hér er byggingarleyfisskráin, en það er skrá sem heldur yfir allar hreyfingar á byggingarleyfinu meðan það er í gangi. Þegar búið að gera lokaúttekt, þá flyst þetta hérna yfir í mannvirkjaskrá og þar geymum við allar upplýsingar mannvirkið. En síðan er sem sagt aðilaskráin hérna, það eru hönnuðir og iðnmeistarar og byggingarstjórar sem hafa til þess bær réttindi. Það er geymt hérna líka og umsýslukerfið okkar, það heldur svo utan statistíkina þegar framlíða stundir og við erum að fara að fá eitthvað inn af gögnum. Nú, við erum tengd þjóðskrá og við verðum tengd tryggingafélögunum, þannig að það sést strax hvort að viðkomandi aðila sem á að vera tryggður sé tryggður. Og þetta er dæmi mína síður hjá Mannvirkjastofnun sem að kemur, þetta er að detta inn núna hjá okkur. Nú, tengingi við tryggingafélögin segir hérna, þessu svæði. Og hér er upplýsingakerfi sveitarfélagana, en hérna er hugmyndin að málakerfi sveitarfélagana verið tengt hérna beint inn í þetta kerfi, eða þú getur farið aðra leið hérna inn sem sagt manuelt. Hér er það sjálfvirkt, hérna er það handvirkt. Nú hérna er svo upplýsingakerfi skoðunarstofunar eða byggingarfulltrúa.
Þarna eru allar skoðanir sendar inn í byggingarleyfisskrána og svo framvegis. Og við erum að útbúa hér app, þannig að það appið er raun bara rafræn skoðanahandbók og forsendan fyrir því er bara lög um mannvirki. Eftirlit með mannvirkjum skal haga í samræmi við ákvæði skoðanahandbókar sem Mannvirkjastofnun býr til á grundvelli ákvæða laga þess og reglugerða settar samkvæmt þeim. Í skoðanahandbókinni skulu vera ákvæði um úttektir, eftirlitsaðferðir, skoðunaráætlun og viðkomandi eftirlitsstörf. Svona líta skoðanahandbækurnar út, eins og þessar hérna. Það eru 4. Það eru uppdrættir, það eru áfangaúttektir, það eru lokaúttekt og öryggisúttekt. Þetta er til á heimasíðu, allt birt á heimasíðu Mannvirkjastofnunar. Eins og ég segi, ég ætla aðeins að fara hvernig appið virkar. Þetta er skoðunarhandbók áfangaúttekta. Það gæti verið hitalagni, þetta er hitalagni hérna. Þá er hérna appið hérna, hitalagnir. Þetta er það sama. Hér er lýst efnispröfur hita og þrýstiþol. Það er sama hérna og hérna. Og hér er sem sagt svarið. Það er sem sagt þú skalt aflottun áfyllu lokara kerfa, þú ert að skoða það og þú getur sagt lokið án athugasemd, á ekki við eða athugasemd gerð. Hérna er sagt hvað skal kanna og svo framvegis. Hérna, álottun, þetta er það sama, skoðunaraðferðin, viðmiðunargögnin, hvað skal kanna og svo framvegis. Síðan koma staðlaðar athugasemdir alls staðar. Hér er sem sagt, ef hérna athugasemdir gerð, þá koma hér staðlaðar athugasemdir sem að skoðunarmaður getur sett. Hér er bara frágangur áfyllingar ekki í samræmi við hönnunargögn. Svo getur þú líka sagt frekari skýring skoðunarmanns og þá þarf að skrifa niður hvað er að. Þú getur líka tekið myndir og svo framvegis og svo framvegis. Þetta dettur allt inn í skoðunarskýrslu. Og þetta forrit nær utan við yfirferð hönnunargagna, úttektir, áfangaúttekta, öryggisúttekta og lokaúttekta. Og svo framvegis. Og allar breytingar eru á sjálfkrafa, koma sjálfkrafa til að uppfærast í þessu kerfi. Takk fyrir.